val fyrir þig. Þið komið sæl. Það nú víðáttu mikið lágþrýstisvæði sem að stjórna veðrinu hjá okkur og svona leiðinda veður framundan út vikuna, sérstaklega landið norðanvert, verður nú mun skárra sunnanlands og þessi norðanátt sem verður ráðandi, það ekki annað að sjá en að hún muni halda velli í raun og veru alveg fram að næstu helgi. Og ef við skoðum hitasviðið að þá með þessari norðanátt að þá kemur kalt loft til okkar og við sjáum hvernig við færumst inn í bláa litin og verðum svo först þarna í raun og veru fram að helginni en þá ánur reyndar að fara að snúast í sögulegar áttir og fara að lína. En ef við skoðum núna hvað að gerast næsta sólarhringinn þá sjáum við hérna þennan mikla vindstreng norðvestur af Vestfjörðunum og þar hvassviðri og jafnvel stormur og þessi strengur að koma inn á landið og svona þegar líður á kvöldið þá sjáum við svona hvernig þessi fjólblái litur að svona færast hægt og rólega austur á bóginn og síðan þegar kemur fram á morgundaginn og þá hvessir einnig hérna allt norðanvert landið þannig að það verður leiðinda veður fyrir norðan og þá sérstaklega á norðvesturlandi á morgun. Sunnanlands liturinn meira grænt þannig að það mun hægari vindur. Og við skulum skoða þetta aðeins nánar, svona lítur þá spáin fyrir Suðvesturlandið á hádegi á morgun. Vindstrengurinn svona kemur inn á Faxaflóann þannig að það verður nú svona strekkingsvindur en svona mun hægari hérna þegar við kemur austur á bóginn. Það verður svona skýjað að mestu leyti en gæti orðið einhverjar sólarglennur á Suðurlandi en þar gæti líka dottið inn einhverjar smá skúrir seinnipartinn. Aftur á móti á Norðvesturlandi að þá verður eins og við sáum áðan, það verður bara strekkingsvindur og jafnvel allhvasst. Hitatölurnar komnar niður undir frostmark og úrkoman sem fellir verður væntanlega á formi slyddu og snjókomi til fjalla, þannig að það ekki mjög vorulegt veður. Og á Norðausturlandi að þar líka kalt og slydda í kortunum, slydda jafnvel snjókoma þegar kemur inn til landsins og strekkingsvindur þó að hann verði nú svona minni heldur en norðvestan til en síðan ánur reyndir þessi vindur að ganga niður svona annað kvöld. Og á Suðausturlandi þar verður svona bjartasta veðri á morgun, þar ætti sólin að ná að skína og sjáum að hitatölurnar þar svona nálægt 10 stigum. Síðan ef við skoðum hvað að gerast á miðvikudaginn þá þetta nú svona það sem að gerast það að draga úr bæði vindi og úrkomu. Áfram verður svalt norðan til með einhverju slyddu þar en sunnan til ætti nú hitinn að verða aðeins hærri, kannski 6-7 gráður og þar geti líka sest til sólar. Og áfram á miðvikudeginum þá áfram norðanátt í kortunum, við sjáum að það að kólna enn frekar, komið vægt frost norðanvert landi þannig að þar getum við fengið hreinlega snjókomu en sunnan til þurrt og bjart og hitatölurnar svona 3-4 stig yfir daginn. Og á föstudeginum þá nú svona áfram þessi norðanáttu, áfram kalt vægt frost fyrir norðan með einhverju snjókomu þá en þurru og björtu veðri landið sunnanvert en síðan helgina þá ánur reyndar að fara að snúast í suðlægar áttir. En það sem sagt leiðinda veður í kortunum á morgun, hvöss norðanátt sérstaklega norðvestan til með slyddu allt norðanvert landið, sunnan til verður aftur á móti þurrt og bjart og talsvert hlýrra. En við skulum láta þetta duga, verið í bili, verið sæl.